Kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Í dag fáið að heyra alveg einstakt viðtal við einstakan dreng en hann Magnús Máni aðeins 15 ára. Og ég veit ekki hvort að það kom nógu skýrt fram í viðtalinu en Magnús Máni sem var aðeins 13 ára gamall þegar sagan hefst. Honum var sagt að hann myndi aldrei ganga aftur. En með alveg ótrúlegri þrautsegi og jákvæðni og ég held að jákvæðnin komi fólki mun lengra en maður getur trúað. Og með miklum stuðningi frá fjölskyldu og fagfólki þá hefur hann náð alveg ótrúlegum bata eins og þið fáið að heyra í viðtalinu. En ég veit líka ekki hvort ég geri eitthvað grein fyrir tímanum sem hann hefur varið í því að ná þessum bata. Það eru margar klukkustundir á dag í 2 heil ár. Þetta eru mörg þúsund klukkustundir sem liggja að baki þessum ótrúlega bata og ótrúlega árangri í endurhæfingunni. En áður en við förum í þetta einstaka og dásamlega viðtal þá langar mig að þakka mínum samstarfsaðilum sem gera mér kleift að skapa þetta efni. Og eins og ég hef sagt nokkur sinnum, þá markmið mitt með þessu hlaðvarpi að hafa jákvæð áhrif á fólki í kringum mig, lyfta ykkur upp, kannski hjálpa einhverjum að upplifa að hann ekki einn eða eitt, skapa forvitni því að læra eitthvað nýtt, finna lausnir, að því við erum alltaf með lífið í lúkunum. Við getum leitað okkur aðstoðar, við getum fundið út hvað sem við getum gert til þess að láta okkur líða betur eða bæta heilsun okkar eða hvað sem við viljum gera. Og mínir samstarfsaðilar eru Geosílika, Spíran, Þín fegurð og Virkja. Og Geosílika þeir framleiða náttúruleg steinefni í vökvaformi með engum aukaefnum og það ástæðan fyrir því að upptakan svona góð, upptaka steinefnina. Og þú getur fengið 15% afslátt í netverslun Geosílika með kóðanum heilsuerla með stóru hái ef þú hefur áhuga að prófa þessar góðu vörur. Síðan það Spíran sem fallegur veitingastaður í Garðheimum þar sem allur matur gerður úr gæðahráefnum og af mikilli ást. Ég mæli auðvitað með að þú prófir sumarsalat heilsuerlu áður en það fer af matseðli og svo má auðvitað enginn missa af brönsinum sem í boði allar helgar og allar rauðardaga. Síðan það Þín fegurð, dásamleg og falleg snyrtistofa sem staðsett á annarri hæð í verslunarmiðstöðinni Firði í hjarta Hafnarfjarðar og þangað fer ég til að gera mig svolítið sætari. Síðan það Virkja og ef þið langar að taka næsta skref í átt að þínum árangri og betra lífi eins og ég gerði, þá mæli ég með að skoða virkja.is en þar getur þú bókað frítt 20 mínútna kynningaspjall ef þið langar að skoða þetta betur. En þá skulum við bara fara yfir í þetta dásamlega viðtal og ég gef honum Magnúsi Mána bara orðið. Í dag hjá mér alveg einstakur gestur. Það hann Magnús Máni og hann aðeins 15 ára en hann hefur sýnt meiri seiglu, þolinmæði og viljastyrk en margir upplifa heilli ævi. Sumarið 2023 þá breyttist líf Magnúsar á örfáum dögum af því að eftir stutt veikindi þá missti hann mátt og alla skynjun frá bringu og niður, það ekki rétt hjá mér? Jú. Bakteríusýking hafði náð alla leið inn í mænuna og olli alvarlegri bólgu. Og núna alveg í 2 ár hefur hann staðið í alveg gríðarlega krefjandi endurhæfingu með óbilandi markmið að ná sér að fullu. Og það var alveg dásamlegt að fá að fylgst með þér á hann labba upp tröppurnar hérna. Eftir að hafa heyrt söguna hvernig þetta var fyrir 2 árum. En til þess að ná þessum árangri þá hefur Magnús þurft að leita sér aðstofar erlendis þar sem að nýjustu tæknilausninnar og stuðningur eru til staðar sem því miður ekki alltaf í boði hérna heima og við ætlum í dag að hann ætlar að segja okkur aðeins frá bara lífinu kannski aðeins áður og hvernig var að lenda í svona óvæntri lífsbreytingu
Og hvað búið að gerast svona á þessum endurhæfingu og kannski hvort þú sért með einhverja drauma fyrir framtíðina? Þannig að þetta sko saga styrk, trú og það að gefast aldrei upp, myndi ég segja. Já. Þetta rétt hjá mér? Já, heldur betur sko. Æðislegt. Þannig að ertu kannski til að segja okkur bara aðeins frá þér? Já, ég bara 15 ára strákur og unglingur og bara búinn að vera í íþróttum allt mitt líf bara og hefur verið í fótbolta og handbolta og skíðum og gólfi og bara öllu sko. Og já, bara flottur strákur sko. Já, ég alveg sammála því. Æðislegt. Þannig að hvað var það skemmtilegasta sem þú gerðir svona áður en að veikindin komu? Það var bara að fara út með félögunum í fótbolta sko. Það var bara geggjað að vera úti og með félögunum. Akkurat. Og manstu eftir þú varst náttúrulega bara 13 ára, en manstu eftir, varstu með einhver svona markmið og drauma? Hvað þið langaði að gera í framtíðinni? Bara, alltaf gaman að ná atvinnumennsku eða eitthvað, en já, ekkert meira en það sko. Já. Ég langaði alltaf að vera flugmaður þegar ég var lítill. Já. Og ég er ekki alveg á þeim sporum ennþá. Ok, nei, það breytist nú oft hvað mann langar að verða þeim að vera stór. Já. Sumir vita það ekki ennþá þó þessu orðin fullorðnir, skal ég segja þér. En gætirðu kannski aðeins sagt okkur sko þína upplifun á veikindunum, þú veist, þetta var allt bara alveg í byrjun, þetta var að gerast? Já, þetta bara alveg sjokk sko að svona gerist og bara smá leiðilegt og sorg, en bara ég held alltaf á haus og já, bara ég er komin hingað sem ég er núna og stefnum bara lengra. Já, ekki. Og já. En hvað var það fyrsta sem gerðist? Hvernig áttu þér á því að það var eitthvað skrítið að gerast? Bara vaknaði einn morguninn, bara mjög illt í bakinu og var bara eitthvað að labba fram og fann bara svona að ég ætti erfitt með að stíga í vinstri og lyfta vinstri. Og svo var alltaf meira og meira og svo í hægri og svo bara endanum allt farið og ég datt bara og já, ég hringdi bara í foreldra mína og baði þeim að koma. Sagði bara að ég get ekki staðið lappirnar eða eitthvað, ég man ekki hvað ég segi. Þannig að þetta gerist mjög snöggt? Já, mjög snöggt sko. Já. En þú varst búinn að vera með einhver kvefpest eða í svolítinn tíma? Já. Já. Veistu, er þetta algengt að þetta gerist? Nei, þetta er mjög sjaldgæft sko. Bara mjög sjaldgæft. Veistu einhvern fleiri á Íslandi sem hafa lent í svona veikindi? Nei, ég er ekki alveg klár á því sko. Nei. Þannig þetta er einstakt. Já. Einstakt tilfelli. En manstu eitthvað hvað fór í gegnum hugaðinn á þessum tíma? Ég veit að það er að hugsa 2 ára aftur í tíman sko, en... Það var aðalega bara hvernig framtíðin yrði sko. Og já, en já, man ekki mikið eftir því sko. Nei. En svo ertu búin að vera í langri og strangri endurhæfingu alveg bara hverjum einasta degi núna í 2 ár. Hvað finnst þér svona að hafa verið það erfiðasta við endurhæfinguna, bæði líkamlega og andlega? Það var bara líkamlega, það var bara, misti alla vöðva bara í kringum miðjuna, magavöðvana og bakvöðvana. Það var alveg mjög erfitt að ná því aftur, en það er komið alveg á fullt núna. Og andlega, ég veit ekki alveg sko, það var ekkert eitthvað mikið erfitt andlega. Það var alveg bara, já, ekkert erfitt andlega. Myndirðu segja að þú væri bara svolítið jákvæður eðlisfari? Já. Eitthvað það er nú dásamlegt að hafa það í bakpokanum sínum. En hvað hefur verið að skemmtilegasta við endurhæfinguna? Bara hitta allt þetta frábæra fólk sko. Bara
mjög yndislegt fólk sem ég er búinn að vera að vinna með og já, ég veit ekki hvar ég væri án þeirra sko. Dásamlegt. Ertu til í að kannski segja fólki aðeins frá endurhæfingunni? Hvað er verið að gera? Ég veit þetta er kannski svolítið stórt en það er sem sagt þú færð einhvern heim til þín í 3 klukkutíma á dag Já, og það er búið að vera alveg í 2 ár. já. Eða ekki? Þannig þetta er rosa vinna sem þú ert að leggja inn. Mhm. En hvernig fer endurhæfingin fram? Við byrjum oftast bara á svona upphitun, svona smá teygjum og síðan erum við með rafurunargreið og erum að rafurva bara alls konar. Og svo gerum við svo bara mismunandi eftir dögum. Stundum erum við meira fókus á miðjuna, korið og stundum erum við að hjóla og svo erum við að labba líka bara mjög mikið alltaf. Þannig að já. Einmitt. Hvað myndirðu segja hafi hjálpað þér svona mest bara að halda áfram að berjast, að gefast aldrei upp líka á erfiðum dögum? Örugglega bara að vera með svona góða vini og fjölskyldu og meðlimi bara á hliðarlínunni sko og hvetja mann áfram. Það er alltaf gaman að fá hrós og já. Já. Einmitt, félagsleg heilsa er nefnilega svo mikilvæg. Já. Hún er svo ótrúlega mikilvæg. En geturðu lýst einhverju augnabliki í endurhæfingunni sem þú myndi aldrei gleyma? Eitthvað svona, það sem eitthvað breyttist eða eitthvað stórt gerðist eða? Já, við vorum út í Pólandi með einum sjúkraþjálfurum, ekki sjúkraþjálfurum, heldur bara þerapistunum. Og við vorum bara að labba einhvers staðar og svo dett ég og ég brýt á mér tibia beinið. Það kom smá rispa í það. Sköflungsbeinið eða hvað? Já, skólusbeinið. Þannig að það var smá bakslag. Var í gifsi alveg í, ég man ekki, 6 vikur eða eitthvað. En það er, já, þannig að það var alveg smá sjokk líka þegar það gerist. Mjög leiðilegt og eitthvað. Hafðirðu áhyggjur að það myndi hægja á batanum? Já, en það gerði ekkert eitthvað það mikið sko. Það var bara, já. Þið héldu ótrúið áfram að vinna á hverjum degi? Já. En svo ef við ræðum aðeins bara munin á Íslandi og þið eru aðalega búin að vera á Spáni, er það ekki? Jú. Já. Hvað er það sem er í boði þar sem er ekki hægt hér? Það er bara alls konar svona róbótagræður. Þeir eru með fullt af alls konar flottum tækjum og til dæmis eitt sem heitir Logomat sem er bara svona græja sem maður klæðist í og er að labba í, sem er að labba fyrir þig og það er bara mjög fín græja. Og það er til dæmis ekki til neitt þannig á Íslandi að það er reynda til eitt svona gamalt á Grensás sem er bara ekkert notað, sem er bara synd. Þannig að já, það er svolítið leiðilegt að það sé ekki til. Einmitt. Og þegar þú ferð þarna út, er þá prógram bara allan daginn? Já, það var frá 9 bara til 5 sko. Vá, bara svo full vinna. Já. Einmitt. Og hverju breytti það þá fyrir sko þig að fara svona til útlanda í endurhæfingu? Bara, já, náðu mjög miklum framförum og já, bara gott líka að vera svona hita að vera að æfa sko. Já. Ekki í kuldanum. Og voru einhverjir í svipuðum sporum og þú þarna úti sem þú kynntist þér einhverjir? Já, það er náttúrulega alls konar mismunandi fólk þarna og nokkrir ungir eins og ég og já, bara allt mjög fínt fólk sem er þarna. Einmitt. Þannig að það er rosalega mikilvægt fyrir þá sem eru í svona sporum eins og þú að geta fengið almenna þjónustu. Já.
og það er náttúrulega leitt ef það er ekki hægt hérna á Íslandi. Og Reykjavíkur maraþonið er núna bara eftir 2 vikur eða eitthvað, minna. Og hvernig finnst þér að vita að það séu svona margir að fara að hlaupa fyrir þig til þess að styrkja endurhæfinguna þína? Mér finnst það bara frábært, sko. Gott að eiga svona góða vini að og fjölskyldu að, sko. Bara frábært að þið séu að gera þetta fyrir mig, sko. Mjög þakkláttur og eitthvað. Já, þetta er bara svo mikilvægt að þú getur fengið þá þjónustu sem þú þarft. Þannig að ég vona bara allir sem eru að hlusta muni leggja hönd á plóg, kíkja á styrtarsíða Magnúsar Mána, eða styrtafélag Magnúsar Mána, já, og hjálpa þér með þetta. En ætlarðu sjálfur eitthvað að taka einhvern þátt, maraþoninu? Já, við erum svona, ég hef búin að spá í þetta, sko, kannski taka síðustu 100 metrana eða eitthvað með pappa eða eitthvað. Já, það er gaman. Er hann að fara að hlaupa langt? Hann ætlar að taka hálfmaraþon. Já, vá, hann er búin duglegur að æfa sig. Já, mjög duglegur, sko. Já, ég og soni minn sem er 12 ára, við ætlum að hlaupa 10 kilometra. Já, ekki. Við erum í bólum mertum þér. Já. Þannig að það vonandi bara að sem allra flesti bætist núna í hópinn og hlaupi fyrir ykkur eða fyrir þig. Sko ég sé bara hvað þú hefur mikið viljastyrk og þolinmæði. Allavega skynja í það. Hvað heldur að hafi gefið þér þennan kraft, ofurkraft sem þú hefur? Bara örugglega móðir mín, sko. Hún hefur alltaf verið mjög þolinmóð og líka amma mín. Þær eru bara mjög þolinmóðar og ég hef bara fengið það í æð, sko. Hefur einhvern tímann upplifað svona, ég nenni þess ekki, bara vilja gefast upp? Já, ég hef alveg hugsað það, sko, en ég bara, eins og segi, lítið í átt að vinum mínum og allir fjölskyldunni og hugsa bara að ég ætla bara að ná mér og vera róleg með þeim frá tíðinni. Einmitt, það er mitt næsta spurning, sko, hvernig sérðu framtíðina fyrir þér? Bara björt, sko, ég bara hlakka til framtíðina hennar. Það var sannlegt. Og þegar þú hefur náð fullum bata, því að ég veit þú ert alveg þar og ég sé að þú mynd ná þessum bata, hvað er það fyrsta sem að þú mynd gera? Örugglega bara að taka 18 hólur, sko. Geggjað. Já, vá. En hefur þessi reynsla breytt í hvernig þú hugsar lífið? Já, klárlega, sko. Bara, þú veist, maður veit aldrei hvað er handa við horni, sko. Maður getur bara allt gerst, sko. Það er sko alveg rétt. Og hvaða skilaboð myndirðu þá kannski vilja gefa öðrum sem lenda í einhverjum svona óvæntum og erfiðum aðstæðum í lífinu? Bara aldrei gefast upp, sko, og bara halda áfram og, já. Það er náttúrulega mismunandi hvernig fólki skilurðu. Já. En það er bara halda áfram alltaf. Sama hvað, sko. Það er geggjað. En svona kannski til þess að þeir sem eru að hlusta átti sig aðeins á að það tók þig alveg langan tíma, er það ekki, að bara geta staðið upp og byrjað að geta aðeins gengið? Að standa upp, það tók bara nokkra mánuði, svona 4 eða eitthvað. En ég var náttúrulega með mikla hjálp og já, svo eftir svona 7 mánuði eða 6 þá var ég byrjað að taka nokkur skref og það var alltaf bara meira og meira með hverjum deginum, sko. Og já. Og nú ertu farin að geta gengið hægt og rólega upp tröppur? Já. Með smá aðstæð? Já. Hvað finnst þér um það? Bara geggjað, sko. Já. Það er bara frjálsleiki að geta labbað upp tröppunar og þurfa ekki að vera með einhverja lyftu eða eitthvað, sko. Einmitt. Þú stefnir að fara aftur í skólan af því að þú misstir aðeins úr, eða ekki? Jú, ég missti út bara alveg 8. bekk. Ég tók bara alveg 8. bekk í frí eiginlega og bara að hugsa aðeins, bara vinna í bata. Og
já, var í svona 70% skóla í fyrra. Þannig að já. Já. Svo bara hlakka til næsta skólaárs. Er það ekki? Já. Og er planið að reyna að vera þá aftur kannski svipað í fyrra? Eða meira í skólanum? Já, bara örugglega 100% skóla, sko. Vá, hvað það er gaman. Já. Sumir sem nenni ekki í skóla, en þetta kannski breytir sýn mann aðeins á skólan. Og vilja fara í skóla og vilja læra. Já. Áttu þér uppáhaldsfag í skólanum? Örugglega bara samfélagsfræði eða eitthvað. Já. Svona, Skemmtilegt. Sko, ég spyr alla sem koma til mig. Ég ætla líka að spyrja þig. Hvað er heilsa fyrir þér? bara að hugsa svefnin aðalega, sko. Svefnin skiptir svo gríðarlega miklu máli. Það er bara númer 1, 2 og 3 að mínum mati. Og svo er líka bara borða hollt og hreyfa sig og já, bara já, það er svona aðalega það, sko. Svefnin, ég er alveg sammála þar, sko. Og borða hollt að hreyfa sig. Heldur þú hefði svarað þessu allt öðruvísi fyrir 2 árum? Já, örugglega eitthvað öðruvísi, sko. Og maður ekkert eitthvað mikið að hugsa svefnin. En já, nú er maður bara, já, síðast árið hef ég verið að fara að sofa klukkan 9 með fyrirmælum einum þerapistanum. Og þá bara líður manni svo vel þegar maður vaknar, bara tilbúinn í daginn. Æðislegt. Hvað ertu þá að sofa lengi? Þá var ég yfirleitt að fara svo 9 og var að vakna svona 6 eða eitthvað. Og þá tók ég æfingu. Já, þannig að þú byrjar daginn snemma. Já. En hvernig myndir þú segja svona típiskur dagur væri hjá þér? Það væri bara æfing klukkan 6 og svo er það skóli. Það er æfing frá 6 til 9. Svo er það skóli frá 9:30 til 2 eða eitthvað. Og svo er það alltaf, fór ég í sporthúsi. Yfirleitt klukkan 3 eða eitthvað 1,5 tíma. Í sjúkraþjálfun eða? Já. Og síðan ætti það bara smá rólegheit, sko. Hver eru svona helstu áhugamálin þín? Bara mjög gaman að vera úti og bara í íþróttum og svo finnst mér líka náttúrulega gaman bara að vera aðeins í tölvunni og þannig að já. Einmitt. Er eitthvað sem að ég er að gleyma að spyrja sem þig langar að segja? Aðalega bara það þarf bara svona góða stöð hérna í Íslandi, sko. Og já, bara sem hefur flestar græjur og já, með líka ungt og skemmtilegt fólk að vinna og Já, það skiptir miklu máli. já. Er það þannig á Spáni? Já, það eru allir bara ungir og hressir og bara mjög gaman að vera með þeim. Já, gaman. Það var eitt sem ég myndi alltaf eftir að þegar ég hitti foreldra þína aðeins í gær og við spilluðum svolítið og þau sögðu mig söguna þín og svona að þú fórst líka að prófa þér alls konar, sko, öndunaræfingar og ísbað og svona. Já. Hvernig finnst þér það allt virka? Bara mjög vel, sko. Ég fór í ísböðin og já, það bara minnka bólgur og þannig að og læknarnir sögðu bara að þú aldrei séð svona framfæri á þér að bólgan bara fór strax eftir að hafa verið í ísbaðinu, sko. Það var frábært. Og já, og öndin líka mjög fín, sko. Erstu ennþá að gera svona öndunaræfingar? Aðeins minna en já, við erum ennþá að gera smá og líka hugleiðslu. Við erum með svona hugleiðslu. Já, það er frábært. Það mættu nú bara allir taka því til fyrirmyndar, sko. Já. En því miður er það oft þannig að maður þarf að lenda í einhverju svona, það má kalla þetta áfall, lenda í einhverju svona áfalli til þess að maður fara að hugsa um heilsuna. En mér finnst það mikilvægt með þessu hlaðvarpi að reyna að
fá fólk til þess að byrja að hugsa heilsuna áður en eitthvað gerist. Þannig að maður sé búin að leggja í svona heilsubankan sinn, eins og ég kalla það. Já. Því það ámar innistæði. Þú varst nú ungur og hraustur og átti góða innistæði í þínum banka og með þitt hugafar, þá er svo gaman að sjá hvað þú hefur komist langt. Já. Takk fyrir það. Já, það er slegt. En ég vona bara að sem flestir sem að hlusta, annarkvort taki þátt í Reykjavíkur maraþoninu og styðja eitthvað málefni, þig eða eitthvað annað, því að það skiptir alla svo miklu máli, eða ekki, fá hennan stöðning til þess að geta farið eins og fyrir þig, að fara í þessu endurhæfingu. Jú, mitt það er bara, öll hjálp er bara giggið, sko. Mjög þakklátur fyrir bara alla sem eru að hlaupa og styðja, sko. Já, einmitt. Og ertu með einhver svona markmið? Er einhver svona markmið sem þú ert með fyrir framtíðina? Bara ná fullbata og ég ætla bara að gera það. Og svo bara, ekkert meira en það, sko. Nei, einmitt. Maður getur sett ný markmið þegar batinn er komin. Já. Akkurat. En það er nú bara risa markmið. Þannig að, já. En sérðu eitthvað fyrir þér hvað það er langur tími? Með einhverjum svona drauma um það? Nei, bara einn dagur í einu, sko. Bara sjá hvert að leiða mig, sko. Það er mjög gott hugafar. Þannig að þú ert bara sáttur við hvert þú ert komin? Já, bara mjög sáttur, sko. Já, það er slegt. Ég er allavega búin með mínu spurningar. Þannig að ef það er ekkert sem þið langar að bæta við í lokin, þá langar maður bara að segja takk herrlega fyrir. Já, takk fyrir að hafa mig bara. Þú ert alveg ótrúlega hugrakkur. Já, takk fyrir það. Alveg geggjað. Þannig að bara takk enn og aftur og hérna gangi þér alveg rosalega vel með þetta alls saman. Takk hérlega fyrir. Ef sagan hans Magnús Mána snerti þig eins og hún snerti mig og þú vilt leggja þitt að mörkum, þá er einmitt kjörið tækifæri framundan. Eins og við nefndum þá er Reykjavíkur maraþon handan við hornið og hlaupi verður fyrir Magnús og þú getur annarkvort tekið þátt í hlaupi eða heitið á einhvern hlaupara, til dæmis pappans eða mömmans eða systur hans eða mig eða minn son minn eða bara einhvern af hlauparunum. Og því að hvert skref, hver króna og hver hlýhugsun mun hjálpa honum að ná draumnum sínum, að ganga óstuddur og komast aftur í sitt gamla líf. Og þú getur fundið allar upplýsingar hvernig þú getur styrkt hann inn á slóð sem ég ætla að setja með í, kallast það ekki, show notes, textin sem fylgir þáttunum. Þannig að við skulum sameinast í að hjálpa Magnúsi að komast alla leið. Og svona í blálokin, ef þú ert nýr hlustandi, þá langar mig að hvetja þig að fylgja Heilsu Erla á Instagram og reyndar líka Ungbarnasund Erlu á Instagram. En ég er búin að kenna Ungbarnasund í 19 ár og það styttist í ný námskeið. Takk fyrir í dag.